Þá ætla ég bara að lesa yfir helstu atriði úr þessu undirbúningsnámskeiði, inngangur stærðfræði og MATLAB, inngangur STM. Ger ég 1.1, þá kemur hér fullyrðing, svona til þess að koma okkur bara af stað. Stærðfræði hefst með talningu og hvernig eigum við að skilja þetta. Kannski táknum við það að við höfum tekið eftir einhverju með því að gera tákn. Þetta er bara prik. Svo ef eitthvað meira er að hafa, þá gerum við 2 prikk og ekki allt upp talið, þá gerum við 3 prikk. Þetta má þetta vera hvernig sem er. Svo á löngum tíma þá þróast táknmálið og í staðinn fyrir þetta prikk eða krot í sandinn, þá höfum við loksins fengið þetta hérna táknmál sem er kannski fyrst farið að festast í sessi minnstakosti í Evrópu á svona 15. öld. Þetta alltaf tekur fram þessu rómverska. Svo höfum við 2 og þetta hérna skrýtna jafnaðarmerki með 3 samsíða strikum á bara þýða skilgreinum við sem tákn fyrir hugmyndina 1. Oft á hægri hlið eldra táknmál og svo séum við hérna hvað þetta nýja á það þýða. Og í sumum bókum skrifað allt í lagi. Hér komið ný hugmynd fyrir táknið 1. Og svo bara 2 sem við ætlum að setja okkur strax. Samlagning einhvern veginn ósköp eðlileg. Hvað 2 prikk pluss 3 prikk? Það alveg það sama að segja 3 prikk pluss 2 prikk. Þegar við getum fært 1 prikkana hér yfir í þennan hóp. Af hverju 4 × 6 sama og 6 × 4? Það bara í raun og veru alls ekkert augljóst. Við þess að sannfærst að þetta hljóti að vera rétt. Þá getum við byrjað bara með prikkareikningi við. Krotum þetta hérna bara til hliðar. Ef við höfum 4 sexur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og svo teljum við bara hreinlega og fáum 24. Setjum þessu svo að verðum að gera þessi tilraun bara heima hjá okkur og notum eldspýtur. Þá getum við snúið hverri eldspýtu bara 90 gráður og þá þetta alveg það sama. Það ekki eins og skilgreina það sama, þetta það sama. Og nú sný ég bara hverja eldspýtu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og svo halla ég höfðinu, halla bara undir flatt og þá sé ég þetta hlýtur að vera það sama. Og ennþá þægilegra að hafa tákn fyrir 1 sem fullkomlega spegilsamhverft og hringurinn mjög gott tákn. Til dæmis getum við notað eitthvað svona til þess að tákna hérna 1 og við erum þá ekkert að sóða út hugmyndina einingu með því að setja einhverja S í einingu fyrir aftan og segja þetta 1 fercentimetri eða neitt í þáveruna, heldur þetta bara 1, þetta tákn þarna. Svo segjum við þetta síðan meira að þetta gæti alveg verið eitthvað fyrirbæri sem flatarmálið 1. S í einingar og þess áttar voru svo sem ekki skilgreind að finna á 19. öld, þannig einhvern veginn þurftu menn að bjarga sér áður. Og alveg á sama hátt hér hefur við bara hringi. Það eru kannski bara síldartunnur sem staflað upp. Það að gera það á þennan hátt. Það var 6 í lægstu röð og staflað svo upp í 4 hæðir. En svo geti kannski einhver annar gert þetta og hann hefur þá bara 4 í lægstu línu og staflar í 6 hæðir. Þetta alveg sami fjöldi tunna. En þetta segir okkur bara það að 4 × 6 alveg sama á 6 × 4. Oft held ég að manni finnist nú fáum bara stærðfræðina tilbúin eins og hann alltaf verið svona. Svona hafi bara komið tilbúin frá Guði, í einhvern skilningi, sprottið allsköpuð úr höfði seiðs eins og Aþena. En þetta tók auðvitað gríðarlega langan tíma og enn ekki alveg búið að fullmóta táknmálið hannað og enn verið að búa til nýja stærðfræði eða nýjar tegundir ætti ég kannski að segja eða uppgötva nýja stærðfræði. Og því ég segi stærðfræði því að stærðfræði tungumálið sem við notum í raunvísindum. Þá á ég kannski alveg eins við almennar uppgötvanir sem að byggja á því að rannsaka stærðir. Skulum bara taka hérna saman svolítinn texta. Evklíð, hann forngrikki og bjó í Egyptalandi. Þetta þá svona höfuðborg allrar menningar þegar þetta var. Þú sjáðu hann hér á dögum,
325 til 385 fyrir Krist og hann tók saman stærðfræðina sem var þekkt. Þarna voru Forngrikkir búin að rannsaka stærðfræði, kannski má segja hana Þales. Hann á 50 öld fyrir Krist og síðan skapast þessi stórmerkilegi menningararfur þeirra að rannsaka hlutina og vilja sanna þá. Þá þarf að hafa eitthvað kerfi. Það ekkert einfalt mál hvernig á að byrja og hann Evklíð, hann tók saman í ritröð. Þetta eru 12 bækur sem að kallast frumþættir, það svona ritröð og við skoðum síðar í námskeiðinu valið efni úr því. Sýnum hvernig við byggjum upp nútíma stærðfræði út frá þessum hugmyndum. Hann þarf að byrja á einhverju, það setur upp svokölluð frumhugtök, hvað punktur, hvað strik, hvað lína, hvað þríhyrningur, hvað eru flatarmyndir og svo framvegis. Síðan setur hann upp frumsendur sem allt byggir á. Og síðan, af því þeir höfðu ekki jafnaðarmerki og höfðu mjög slæmt táknmál til að tákna tölur, þeir forðuðust tölurnar og strik, eins og við hugsum strik, það var í þeirra skilningi tölurnar. Þess að það var skrifað út fullum fetum að eitthvað tvennt sé jafnt var þá bara skrifað á grísku. Jafnaðarmerkið eins og við þekkjum það kemur ekki fyrir heldur 16. öld. Nema hvað, að það er búið til kerfi, það þarf að vinna eftir einhverju í kerfi. Þessar frumsendur eða frumforsendur, það voru undirstöðreglur sem að þurfti ekki að sanna, það voru augljósar. Hér punktur og hér punktur og þetta til dæmis dæmi eina af frumsendunum. Á milli þessara tveggja punkta stysta leiðin strik. En þá verður þetta að þýða að stærðfræðin fyrst eða í fyrstu byggð upp á því sem gerist í sléttu, á sléttum fleti. Þegar við vitum auðvitað, sem við höfum kannski farið í flugvél, að þegar við sjáum ofanvarp af flugleiðinni sem gerist ofan við kúlu sem jörðin okkar að stysta leið á milli tveggja punkta á jörðinni ekkert beint strik. Þetta nú mynd af appelsínu hérna. Ég ætla að skera hana og snýs og bara myndinni fyrir mig, þá gæti þetta verið einmitt þverskurðurinn sem fer í gegnum miðju appelsínunnar. Svo því varpaði svo á tvívítt plan eða tvívíða sléttu, þá get ég ekki sé að þetta sé beint strik, það fer eftir hvernig ég horfi á þetta. Þannig að þegar við erum að tala um svokölluð evklíðska stærðfræði, þá alltaf áttu við að rúmið, þá táknar svona, þetta tvívítt rúm og við teiknaði það 2 strik, annars stendur þvert á hitt að síðan viljum við fá náttúrulega kvarða á þessi strik til þess að geta sagt nákvæmlega til hvar til dæmis punktur eða hvað það nú heitir sem við viljum skoða staðsett. En þetta var ekki til á þessum tíma og við byrjum á því og það er oft gott að skoða suma hluti án þess að hafa undirliggjandi hnitakerfi. Það sem sagt engin hnit í þessu fyrsta hnitakerfi sem við skoðum, hnitakerfi þeirra Forngrikkja og það voru leyfileg 2 amboð, 2 verkfæri getum við sagt. Það réttskeiðin, þessi réttskeið sem að múrarar þekkja, hún ókvörðuð en með henni hægt að draga beina línu á milli tveggja punkta sem þarf að fara og síðan hringfari. Og þau voru svo strángir á því að hann varð að vera samfellanlegur. Þess að hér hringfari og í nútíma hringförum höfum við stilliskrúi hérna til þess að festa armana en það mátti ekki. Það er að segja ef að maður lyfti öðrum arminum, segjum að þetta sé oddpunkturinn sem stingum ofan í blaðið og hér sé blýið. Ef við lyftum þessum armi þá fellur hann saman, það er það sem átt við. Og við eigum eftir að skoða í hinu eiginlega námskeiði nákvæmlega þetta og smíðum okkur síðan alltaf betri amboð. Það er þannig sem stærðfræði hugsuð. Við erum að byrja á einhverju sem algjörlega öruggt, að standist og svo byggjum við okkur hægt og bítandi stærri og öruggari smíð og fáum betri tæki. Hér höfum við þá rétt skeið það sem við köllum frekar reglustrika því að við getum strikað rétt. En svo myndum við kannski kalla það frekar reglustiku þegar við erum búin að málsetja strikið, að setja kvarða á það. Þegar svo höfum við kannski tómustokkana eða bara málböndin. Punktur, það það sem ekki hægt að skipta. Þetta beint upp úr fyrstu bók Evklíðs.
þýtt bara á íslensku. Punktur er það sem ekki er hægt að skipta. Þannig að þegar ég teikni hér punkt, þá er ég bara að hugsa hann sem staðsetningu, en hann hefur enga vídd. Hann hefur víddina 0. Og strik, þeir sögðu reyndar bara bein línu strik, það er einvítt. Það er enga breidd, það er bara lengd. En þeir forðuðust reyndar að reikna út eða setja tölu á lengdina. Heldur bara var það svona langt og til þess notuðu menn mál hér sem ákvarðast af opnun hringvarans. Við höfum þá gefið punkt og það að fara með réttskeiðin á milli og draga og strikið, það skiptir auðvitað ekki máli hvort förum frá A til B eða B til A, það verður eitt og sama strikið og þess vegna skrifið að ef þetta nú strik þá þetta sama strikið og þegar við erum að vanda okkur og megum ekki við misskilningi þá setjum við svona strik undir bókstafinn til þess að tákna þetta strik en þessi yfirleitt sleppt. Og svo hér bara orðfæri A og B eru endar punktar striks. Evklíð setti aldrei tölu á lengd strikana. Arkímedes gerði það reyndar síðar en Arkímedes er nokkur yngri en Evklíð. Til þess að tákna lengd striksins þá bregðum við svona þessu sem við köllum tölugildistákni eða algildistákni, við erum kannski vön því, á strikið. Og þegar við fyrir að reikna í tölum þá höfum við alltaf reglur Pýþagórasar sem koma síðar til þess að reikna út lengd striks. Við skrifum bara A, B til þess að tákna strikið sem er þá undirstrikað hér. Og meira að segja líka að það vera ljóst út á samhengi hvort við erum almennt að tala eitthvað strik en okkur nýtist yfirleitt mikið frekar að ánafna strikjun einhverju lengd. Við höfum áhuga á lengdum strika. Og svo hér bara sagt aðeins frá þessu hvað hringvari er. Hann hefur 2 arma, annar settur fastur í punkt, hinum er snúið. Já, minnst okkurst eitt hring til að fá einmitt hring. Og þetta bil á milli endapunkta armana er fast eða ferillinn dregin upp. Þetta bil er táknað með striki og mynd. Og þetta strik hérna sem við erum að tala bara kallast geisli. Það er radíus á öllum öðrum tungumálum heldur nema íslensku. Og ef við förum í gegnum alltaf miðpunktinn, þennan hérna og framlengjum geislan í einhvern punkt á hringnum, þá fáum við það sem er kallað díameter eða þvermál. Á íslensku er strikið, ekki lengdin heldur strikið hérna, við lítum á þetta sem strik, þá er að kalla miðstrengur. Miðstrengurinn hefur einhverja lengd og það kallar við þvermál. Og í öðrum tungumálum þá er notað sama orð, díameter, bæði fyrir þetta strik sem er tvöfaldur geislinn og lengd þess. Og hér er þá mynd af hring, það hefði kannski mátt bæta inn á þessa mynd. Að ef við förum frá einum punkti til annars á hring, þá er það bara almennt kallað bara strengur. Og þetta er miðstrengur sem hefur að lengd eitthvað reiknanlegt þvermál. Svotan, þetta er fjallað engin greinarmunur er gerður á strikinu AB og strikinu BA og það skiptir ju ekki máli hvort við förum frá Hornafirði til Djúpavogs eða Djúpavogs til Hornafjarðar, það er jafn langt. En lína, og þá eigum við nákvæmar við bein lína í dag, í nútímanum. En lína var þessum tíma, þegar bókin er skrifuð, hún var bara einhver ferill sem var svona samfelldur. Þess vegna gætu okkar núna. Og í nútímabókum, þegar við segjum lína, þá er alltaf átt við bein strik sem hægt er að framlengja gegnum endapunkta sína. En það er nákvæmlega það sem við viljum að lína sé. Hvernig á að skilja þetta? Hér eru punktar A og B. Þetta skrifaða L þýðir að það er hægt að framlengja, bara með því að fá sér lengri eða stærri réttskeið hér í gegnum þessa punkta. Og lína er bara ótiltekin framlenging á striki. Það þýðir að lína er ekki endanlega löng, þú getur alltaf haldið áfram að framlengja. Til þess að geta búið til línu þá þurfum við 2 punkta. Ég veltum þessari fullyrðingu aðeins fyrir okkur að við þurfum 2 punkta til þess að ákvarða línu. Já, það hlýtur að vera. En ef við fáum nú einhverju viðmið,
Þetta skulum við segja að ég sé nú stattur hér í þessum punkti, kannski í Alexandríu, og ég spyr Evklíð, ég þarf að hitta galdrakallinn í Turkmenistan. Hann veit dálítið sem að mér fýsir að vita svarið við. Já, þá þarfst að vita hvað hann heima, segir Evklíð, og svo ferðu bara eftir beinu línunni þarna á milli. En ég veit ekki hvar hinn punkturinn er, get ég ekki komist til hans, verði ég að vita hvað hann heima til þess að geta fundið út hvað hann heima. Það er eitthvað þversögn í því, kæri Evklíð, segi ég við hann. Já, ég skil hvað þú átt við, segir Evklíð þá. Og ef við diktum nú upp galdratól úr framtíðinni, kompás er það kallað, og það stendur N á kompásnum. Ég veit ekki fyrir hvað þetta N stendur. En þetta er svolítið góð hugmynd vegna þess að ef þú heldur á þessu galdratæki og ferðast fótgágandi og gætir að því að taka bara rétt hænuskref, þá er leiðarlýsingin þannig að þegar þú ferðast síðan þvert á þessa átt N, það stendur á honum A, en þá erum við komið með kerfi sem getur fyllt vegna þess að nú hvað notar á skóm, segir Evklíð. Við notum ekki tölur, já, allt í lagi. Taktu þetta prik hér, það með fasta lengd, farðu alltaf 3 priklengdir í austur og svo 1 priklengd í norður. Þá færðu punkt, segir Evklíð. Og þá getur þú gert tvennt, annarkvort getur haldið áfram eftir þessari reglu, 3 prik til hægri og 1 prik upp. Þannig kemstu á endanum til galdrakarlsins í Kongó eða hvað það nú var. En þú ert komið með 2 punkta, þá kemstu á endanum. Ef þú bara heldur nógu lengi áfram, þá ratar þú beint hérna á dyrnar hjá honum, bankar og segir góðan daginn og kynnir þig. En þetta er ekki hægt. Sem sagt, það er ekki hægt að ákværa strik út frá einum punkti nema með þá einhverju annarri reglu. Og til að geta búið til þá reglu, þessi að mynda svo kallega hallatölu, þetta er ekki enn búið að finna upp á mínu tíma, segir Evklíð, það átti að fara fyrir hver 3 skref til hægri, átti að fara 1 upp. En þá þurfum við svona kompás. Þannig við verðum að bíða með þessa annars ágætu hugmynd. Við höldum þá bara aðeins áfram með skilgreiningarnar. Nú, lína er ótiltekin framlíking á striki, gegnum þetta punktu þess, já, sagðum það, og stemt strik, það hefur þá stefnu. Nú skiptir það máli hvort ég er að leiðinni hingað til galdrakarlsins. Nú skiptir mér máli í þeim skilningja meðan ég er leiðinni þangað, þá veit ég ekki svarið við spurningunum sem ég fýsir að vita. En hingað tilbaka aftur til Evklíðs, þá getur maður kannski gengið glaður. Nú veit ég svarið. Þannig að í öðrum skilningi þurfum við á stemmdum strikum að halda. 8 skiptir máli. Og það er þá táknað svona. Förum frá A til B. A er upphafspunktur og B er lokapunktur. Við tökum þá mun á því. Þetta er sem sagt báðir náttúrulega endapunktur, annar heitir upphafspunktur, hinn heitir lokapunktur. Og svo náttúrulega leiðin tilbaka er einhvern óskaplega eðlileg svona. Þá förum við frá B til A. Og síðan þegar við fengið kompásinn, síðan þegar við fengið það sem við kallum núna hnitakerfi, þá heitir þetta stendastrik orðið vígur. Það verður ekki til fyrir á 19. öld og dótulegt megi virðast. Svo segjum við að stemmdastriki frá A til B er gagnstefna stemmdastrikinu frá B til A, eða þau eru gagnstefna. Og svo er sviga svona hólt öðru. Svo þegar maður fara að tala um vigra, þá bara verið að tala um sem sagt færslu frá einum stað til annars, frá einni staðsetningu til annars. Og þetta er auðvitað mikið nota síðan í sambandi við krafta og kraftareikningar í eðlisfræðinni. Nema hvað, við tölum síðan færsluvigurinn þegar við förum bara frá einu punkti til annars, og þessi hérna vigrar, ef þetta heitir nú kannski C, þessi punktur hér og þessi D, að færslan frá A til B er nákvæmlega sama færsla og frá C til D, þó það byrji ekki á sama stað, vegna þess að það lítur nokkulega sem reglu. Þetta mörg skref
til hægri og þetta mörg skref upp. Sem sagt lóðrétt færsla á móti lóðréttri færslu er nákvæmlega svo hinn sama í báðum tilvikum. Hálf lína hins vegar hefur nákvæmlega endapunkt. Þá leggum maður af stað. Og þegar við vorum að ferðast hérna frá Efklíð og vorum að leita Galdrakarlinu þá ferðumst við, minnstu kosti meðverum að því eftir hálf línu. Og svo þetta alveg stemt strik þegar við stoppum. En nema hvað, hér höfum við færslu eða stemt strik og svo látum við þetta hérna, setjum við örina undir eins og tákna það að við viljum framlengja hálflínum eða færsluna ótiltekið. Svo að lokum hér, nú erum við komið með 3 punkta. Þetta er þegar við fáum fleiri punkta, við erum ekki alltaf að kalla A, B, C, D, E, F, G og svo framvegis og sjá hérna regla að nota stafrófið. Það getur orðið óskaplega margir og þá númerum við og notum talningar B1, B2, B3. Svo getur það alveg verið verkefni að velta fyrir sér svokallum þríhyrningi og draugum hann. Nú eða draga línur í gegnum sérhverja hlið þríhyrningsins sem er þá strik. Svo bara veltum við fyrir okkur hvað er þá eðlileg eða góð númering. Er þetta ekki einhvern veginn óskaplega eðlilegt? P1, P2, lína 1, P2, P3, lína 2 og að lokum P1, P3, það sé þá lína 3. Þetta er í rauninni bara vangaveltur það hvað við viljum kalla hlutina. Og þetta táknmál hérna, línanúmer K og þetta hérna þá þýðir talning. Sem sagt, þetta lesist K er talning. Við skulum kannski gefa okkur smá tíma til þess að horfa á þetta hérna dæmi sem er lagt fyrir og þetta er ókeypis á netinu með því að leysa þessar þrautir sem kom hér fram. Þetta er að sína fyrsta borð, það heitir alfa. Þá lærum við töluvert í rúmfræði og til dæmis er fyrsta þraut á fyrsta borði sú að smíða þríhyrning á gefnu striki. Og við skoðum aðeins bara hérna á viðarblæðinu hvað er átt við. Opnið þetta borð og skoðið þessa fyrstu þraut, þá ætti að blasa við okkur svona 2 punktar. Þeir geta auðvitað legið svona, bara einhverju 2 punktar og strika á milli. Og það er bara þægilegt að hafa þetta svona fyrir augunum að hér er strik sem er gefið. Hvernig get ég búið til jafn hliða þríhyrning? Það þýðir allar hliðar eru jafn langar. Amboðin sem við höfum er jú strik, það verður að gefa þarna og síðan hringfarinn. Og með því að fikra sig áfram þá ætti manni að detta til hugar að segja gott og vel, hér höfum við punkt og þá getum við litið á það sem miðpunkt hrings. Og miðpunkt hrings með þennan geisla, þetta er einhver tala R ef við ætlum að hugsa lengd striksins. Og þá bregðum við hringfaranum, mjög þægilegt á þessu borði hvernig það er gert, en í þessu forriti sem ég er með hér til þess að teikna, þá hef ég því miður ekki alvöru hringfara, bara svona slumpar þetta einhvern veginn fyrir mig. Þannig að hér hef ég dregið hring, þá get ég sagt gott og vel, þessi hérna punktur, ég get líka leitið á sem miðpunkt hrings með sama geisla. Og svo nota ég hringfara minn og dreg upp hring. Svo velti ég hlutunum fyrir mér. Nú þetta er hringfari og allir punktar á hring er í sömu fjarlægð frá miðju hans, þannig að svona, þessi hérna vegalengd í þennan punkt hér. Ég get alls það að rekja niður nagla þar sem að ferlar skerast. Nú þá fæ ég líka eitthvað strik sem er að lengd R. En þetta strik hérna er líka geisli hægri hringsins. Þannig að þetta er komið. Þannig erum við búin að mynda þríhyrning sem er reistur á gefnu striki og er jafn hliða. Svo fær maður verðlaun í leiknum ef maður smellir á þennan punkt hérna og segir hér skerast líka ferlar. Og það er bara klárið. Hinn möguleikan líka, það fáið svona gull stjörnu. Hún er svona á litin. Já.
En segi þetta þá gott og svo fyrir við að reikna.